Góðan daginn, sæl og blessuð, Ævar hérna megin. Ég komin hingað til að svara spurningum. Það spurningar sem þeim sem var beint til Ara, hann svarar þeim í sér myndbandi sem kemur á morgun. En nú ætla ég að svara spurningunum sem eru til mín og tengjast sögunni. Áður en við gerum það, þá vil ég þakka ykkur fyrir að lesa og hlusta og ég vil líka sömulegist þakka fyrir spurningarnar. Ef sömu spurningarnar fara að koma aftur og aftur þá kannski hoppa ég yfir þær, en annars ætla ég að reyna að svara öllu eins vel og ég mögulega get. Við erum stödd á skrifstofunni minni. Og velkomin, byrjum, ég með þetta hérna tölvunni minni. Kristjana Ír spyr, mér langar að hlusta á skólaslit 1 að því ég náði ekki að hlusta á það í fyrra. Geturðu sett skólaslit 1 aftur á skólaslit.is og allir geta hlusta. Skólaslit hljóðbókin að skólaslitum 1 er núna til á forlagið.is af því að þegar ég gerði bókina að þá bætti ég aðeins við hlutum og lengdi og stækkaði, þannig hún er sem sagt þar. Hún var heilt ár gefins inn á skólaslit.is en núna er bara skólaslit 2 þar inni. Þannig að skólaslit 1 er inn á forlagið.is. Vitið að því. Einar Orri spyr, hefur þú spilað Call of Duty Zombies? Neip, en það hljómar eins og eitthvað sem ég geti fílað. Hugsalega banna hennar 16, þannig að spólum með það. Aron Ingi, hæ, ég heiti Aron. Hvað tókum myndirnar langan tíma að teikna myndirnar? Þetta er til Ara, ég ætla að leyfa honum að svara, en ég get sagt ykkur það, ég kann ekki að teikna Óla Preken í sunni, þannig ég dáist að því hvað Ari er fljótur að teikna. Linus Andersson spyr verður skólaslit 2 líka bók? Já, næsta haust. Lengri, stærri, fleiri myndir, meira ágef. Verður skólaslit 3 á næsta ári? Mjög góð spurning. Breki Már í Reykholtsskóla, hann segir, hann er ekki með spurningu, hann vil bara segja að skólaslit er ástæðan fyrir því að ég er alltaf spenntur að fara í skólan í október, halda þessu áfram. En svo er hann með spurningu og fyrst alveg takk, Breki. Mun fólki í sögunni einhvern tímann vita nafn meistarans? Ég veit það ekki. Við skulum sjá hvort hann lifi af þessa sögu. En í skólaslitum 1 þá er kenning að hann heiti Sigurður. Og hann spyr líka, mig langar að spyrja hvort manneskjur sögunar... Nei, þetta er sama spurningin aftur. Og svo segir hann, Ævar, þú ert einn af uppáhaldshöfundunum mínum, takk fyrir það kærlega. Hér er frá 7. LAS Valhúsaskóla. Og þau eru bara að þakka fyrir. Bless með stæl og varúlsvæl. Og hér er reynda spurt líka hugmyndalistan í sambandi við verkefni sem var í fyrra inn á vefsíðunni. Hann er kominn inn aftur. Þannig að þið getið bæði fengið hugmyndir af verkefnum frá því fyrra og svo verkefnunum núna. Og já, þau í Való eru líka með athugasemd í sambandi við orðið farþegarými og farangusrými. Í kaflanum rútuna, þegar kötturinn var í rútunni munið og allt var alveg crazy, þá notaði ég óvart orðið farþegarými þegar það átti að vera farangusrými. Og ég fekk nokkra pósta þetta. Þetta gerist þegar maður er að skrifa og er ekki með ritstjóra. Þannig að þetta er hárrétt hjá okkur, ég er ruglaðist og ég er búinn að laga þetta í textanum, en ef þið hlustið aftur á þessa kafla þá ennþá segi ég vitlausu orðin á röngum stöðum, en þegar þetta kemur út sem bók þá verð ég búinn að laga það. Mjög góð spurning. Jón Gísli spyr, ætla ég að setja skólaslit 3 inn á netið á næsta ári? Þetta er mjög góð spurning. Get ekki svarað þessu strax. Kemur Dauð viðvörun út sem bók? Já. Helena Jóhannsdóttir, 11 ára, spyr hvernig fekk ég hugmyndina? Í fyrra þá var brjálað veður yfir veturinn. Það voru alltaf einhverja viðvaranir, gular og appelsínugular og rauðar og ég hugsaði með mér rauð viðvörun er svolítið gott, það passa svolítið vel, blóð, upphandlingar. En svo var mér bent á það að Sigrún Eldjárn gaf út æðislega bók fyrir nokkrum árum sem heitir Rauð viðvörun og ég var að tala um þetta við bróður minn sem er líka barnabókahöfundur og hann sagði, Ævar, dauð viðvörun og ég var bara, oh my god, það er rétt. Það er æðislegur titill, þannig að þessna heitir hún Dauð viðvörun og hugmyndin svolítið bara kom þaðan. Vont veður, skólaferðalag, það var eitthvað sem ég langaði að hafa, en ég vissi ekkert hvað þetta gerast meira. Svo bara byrjaði bókin. Hér er 7. SB í Heiðarskóla, Reykjanesbæ. Halló. Hvaðan kom kötturinn eiginlega? Við erum eiginlega búin að útskýra það núna. Hann var bara að þvælast þarna. Hvernig var það svona ógeðslega útlítandi? Við erum búin að útskýra það líka, táknin í trjánum og það bara einhvern veginn fór í köttinn. Og Ragnar Örn
segir, viltu ekki láta Ragnar deyja? Af hverju ekki? Sjáum hvað gerist. Bestu kveðjur. Guðný Ingibjörg spyr, getið þið sett skólaslit 1 inn á Storytel? Hún er inn á forlagið.is, þau eru með svona hljóðbókaveitur þar. Steingrímur Sigurðarsson, hvernig fikk ég hugmyndina nafnin á bókinni? Já, og það er semst Hrafn Steingrímsson sem að spyr, 10 ára. Eins og er að segja áðan, rauð viðvörun var upphaflega nafnið og svo breyttist yfir í dauð viðvörun. Þannig að það var svolítið pælingin. Miðstig, afsaki, smá kvefaður. Miðstig grunnskólans austan Vatna á Hofsósi. Það er svakalegt nafn á skóla. 5. og 7. bekkur hlustar allan daginn og er með nokkra spurningar. Af hverju eru kaflarnir svona stuttir? Þau eru svo spennt að hlusta. Svo að það sé hægt að kenna líka. Því ég veit til dæmis eins og núna var að klárast vetrarfrí og ég veit að einhverjir eru með uppsafnaða 5 kafla kannski, 4 kafla. Það er líka sama ástæða fyrir því að við erum ekki með helgar núna. En það var alltaf algjört stríðsástand á mánudögum. Því þá var bara, það eru 3 kaflar og við þurfum að hlusta á alla. Og einhverjir kennarar voru bara, við þurfum að kenna. Ævar! Þannig að við ákveðum að hafa ekki helgar og helst ekki hafa kaflana lengur en 10 mínútur. Það gæti þó gerst að síðustu kaflarnir verði örlítið lengri. En þá læt ég alltaf vita inn á vefsíðunni hvenær væri gott að stoppa og taka pásu. Þannig að þá er hægt að hlusta í 2 bútum. Í hvaða bæ búa krakkarnir í rútunni? Reykjanesbæ. Hvað eru margir kaflar í bókinni? Í október 31 dagur eru kaflarnir svipað margir. Það verður 21 kafli. Við endum núna á mánudaginn næsta 31. október. Hvað heitir úlingurinn sem slapp? Ég er ekki viss að þessi úlingur sé úlingur, sko. Ég held við höfum það er eiginlega komið á hreint. Bestu kveðjur frá Hofsósi, bestu kveðjur tilbaka. Víkingur Þór spyr, getur Halldór úr skólaslitum 1 komið aftur? Góð spurning. Næsta spurning. Og ef ég svar ekki spurningunum ykkar þá er það mjög líklega vegna þess að það tengist einhverju sem er ekki að komið í ljós. What? Benjamin Fossmar spyr, þetta er spurning úr skólaslit 1. Hvað kom fyrir hina bæina eins og Sandgerði, Garð, Hafnarfjörð og fleira? Sko við fengum svona að sjá smá einhvernum fréttatíma í skólaslitum 1 og þar var ekki góð stemming. Það voru bara uppfatningar út allt, sko. Af því að löggan var að reyna að girða af og það gekk ekkert. Þannig að líklega ekki góð stemming þar, sko. Guðjón Ólafsson spyr, verða skólaslit 3? Get ekki svara því. Ármey Hekla, hversu lengi tók það að skrifa söguna? Það tekur mér svona 2,5 tíma að skrifa hvern kafla á dag og svo tekur svona klukkutíma að taka hann upp. Ég fer í stúdíó sem ég hef aðgangað og svo þarf ég að klippa hljóðfælinn niður, þannig að þetta er svona 3-4 tímar á dag og alltaf skrifað bara daginn fyrir og myndirnar eru teiknaðar daginn fyrir. Á morgnana sendir Ari mér skilaboð og spyr hvað er í dag og ég segi tré sem leiða niður í, stundum sendi ég á hann kaflan og hann finnur moment, stundum sendi ég á hann hvað mér langar að sjá, ef það er eitthvað svona ákveðið sem ég veit, þetta er stóra momentið, þetta er stóra augnablikið. Þannig vinnum við þetta. Og svo er hér einmitt Ármey með spurningu til Ara sem hann mun svara. Hæ, Ævar, segir Diljá, 9 ára, hvað eru margir kaflar? 21. Eru þið 22? Nei, 21. Ég elska bækurdaginnar, takk fyrir. Af hverju búið ekki til vídeo af þáttunum? Í fyrsta lagi það yrði bannað innan svona 25 ára. Og í öðru lagi að þá kannski einhvern tímann í framtíðinni, kannski er einhverjir að hlusta á skólaslit núna og lesa skólaslit núna sem munu vinna með það að búa til bíómyndir í framtíðinni og þetta verður bíómyndin sem þau búa til. Eða teiknimynd, þetta getur líka verið suppulega skemmtileg teiknimynd. Sæll Ævar, við í Víkurskóla í Mýrdal höfum mjög gaman að hlusta á söguna, höfum unnið ritunarverkefni í kringum söguna, cool. Við höfum búið til uppvakningasögur, búið til smá auglýsingar þar sem uppvakningar auglýsa eftir hlutum sem þeim vantar, eins og til dæmis úldnuðum líkamspörtum. Þetta er ánægð með ykkur, þetta er líka hugmynd fyrir aðra skóla. Hér kom nokkra spurningar frá 3. og 4. bekk. Ævar, er úlingurinn í þessum skóla? Spyr Kristmundur. Nei, það er komið í ljós, þessi úlingur var ekkert í þessum skóla. Dó klaraði ekki. Þegar í dag er 27. október þegar ég er að taka þetta upp. Klara er ennþá lifandi. Sjáum hvað gerist á morgun. Er úlingurinn dauður eða skrýmsli? Úlingurinn var myrkrið. Og hann var stórhættulegur þá hvernig myrkrið bara fór eitthvað annað. Hvernig dó Sæmundur?
Og hvernig það hægt þegar það var enginn hjá Sæmundi þegar hann dó? Þetta mjög góð spurning. Ég mun svara henni í næsta eða þarnæsta kafla. Vil ég hafa varúlf í skólaslitum 3? Ef það verður skólaslit 3, þá kannski. Uppfætningar eru samt alltaf uppáhaldið mitt. Svo er að hrósa myndunum. Hvernig finnst mér að vera höfundur? Mér finnst það mjög gaman. Og hvenær kemur skólaslit 2 í búðir? Næsta haust. Og við ætlum að bitið stærra. Ég elska sögurnar hennar, takk fyrir. Hvernig dó Sæmundur? Af hverju sást úlingurinn ekki á myndbandinu? Mjög góð spurning, af því að hann var aldrei þarna til að byrja með. Hann er myrkrið. Hæ, ég heiti Alexandra, ég elska skólaslit en ég skil ekki orðin. Geturðu gert þau skiljanlegri? Kæra Alexandra, þetta er mjög góð punktur. Ég nota oft stundum svolítið flókin orð og ég nota mörg orð. Þannig að ég mæli með að þú prófir að hlusta og lesa á sama tíma og ef það kemur orð sem þú ert ekki alveg að skilja, þá getur þú pásað og googlað það og vonandi er orðabók sem getur sagt þér hvað það þýðir nákvæmlega. En þetta er samt mjög góður punktur. En ég veit að ég er að nota stundum erfið orð sem kannski enginn skilur og þá þurfa allir að fara að googla. Og það er pínu viljandi stundum til að allir læri kannski eitthvað nýtt orð. Hér er spurning frá, má sjá, hvernig dó Sæmundur? Búinn að svara því, geta líka svarað því strax. Er úlingurinn draugur eða zombie? Hann er myrkrið. Þetta er frá Erlu Þórey. Jón Atli, það væri gaman ef þið myndu gera útgáfu af skólaslit fyrir 18 ára og eldri með nekt og þannig dóti. Ég held að ég myndi ekki fá að skrifa skólaslit mikið lengur ef ég myndi gera svoleiðis bók, en þetta er áhugaverð hugmynd. Víkingur Þór, dagur 2 að spyrja hvort Halldór getur komið aftur. Er þetta sami og var að biðja áðan? Sjáum hvað gerist. Sæll Ævar, hér er einn hópur 7. ERI sem hlustar á skólaslit og hverjumótni. Þau eru með spurningar. Hvernig fékk ég hugmyndina að þínu eigin ævintýri, Emilía Katrín? Ég fékk hugmyndina þannig að ég var alltaf að lesa ævintýri þegar ég var yngri, Grímsævintýri, og ég hugsaði með mér hvaða ævintýri er skemmtilegast að fíblast í og þvælast fyrir. Þannig valdi ég ævintýrin og svo setti ég það bara inn í þín eigin súpuna. Góð spurning. Sigurður Magnússon spyr, getið þið kannski gert skólaslit stream, þar sem leikar að leika, svona skólaslit eins og leikinn þáttaröð. Þetta er reyndar ekki slæm hugmynd. Að fá bara nokkra leikara bara. Þú ert Klara, þú ert meistarinn, þú ert Bragi og alltaf þegar þau eiga línur, þú veist, ég get verið sögumadurinn og þegar þau eiga línur. Þetta er ekki slæm hugmynd. Ég fæ kannski að stela þessari hugmynd. Af hverju er kötturinn zombie-köttur, spyr Úlfur Loki, vegna þess að myrkrið náðunum. Geti ég lesið söguna líka Helgar, spyr Máni Snær. Því miður ekki vegna þess að þá er svo rosalega margir kaflar sem allir þurfa að hlusta á mánudögum. En kannski þegar skólaslit 2 kemur út sem bók, þá verð ég kannski búinn að lauma örlítið fleiri köflum inn og lengja söguna aðeins, af því þessi er aðeins styttri en númer 1 og það er svo cool að það geta verið jafn langar. Svo segja þau, við viljum þakka fyrir sögurnar og þú lest vel, takk fyrir. Bryndís Ósk í Laugarnesskóla segir, það virðist vera eitthvað á hljóðinu en bara í upplestrinum, það er of lágt. Ég held ef þið getið hækkað meira, það er í lagi mín megin, þannig að vonandi er þetta ekki vandamál hjá mörgum, en þá mæli ég með bara að hækka enn meira. En takk fyrir að benda mér á þetta. 7. bekkur í Snælandsskóla er með nokkra spurningar. Hvað tekur langan tíma að semja svona sögu? Cirka 2-3 tíma á dag. Hversu langan tíma tekur að myndskreita? Ari svarar því. Hvernig var kötturinn uppfatningur? Og hvaðan kom hann? Hann var að þvælast í trjánum þarna, rangur köttur á röngum stað eins og kettir eru stundum og hann kom einhver stað þarna, hann bjóð þarna á Varmalandi. Hvernig fikk ég hugmyndina af sögutræðinum? Svaraði því áðan. Af hverju heitir sagan skólaslit? Af því skólaslit er eitthvað tengt skóla sem allir þekkja en hljómar ógeðslega leið þú setur uppfatning við hliðina á því. Skóla, slit, slít eitthvað í sundur. Það var pælingin. Fór Ragnar frá lögreglustöðinni eða er hann að segja þeim frá hvað gerðist? Það kemur okkur ekki alveg ljóst fyrir sjónir. Ragnar er ekki úlingurinn í byrjun. Það er allt annað. Og við erum búin að núna sameina þessar 2 tímalínur þannig að við vitum hvað er að gerast. Þannig að þetta er náttúrulega spurningar sem eru kannski svona 10 daga gamlar.
Þannig að það ýmislegt búið að koma í ljós síðan þá. En þetta góð spurning. Takk 7. bekkur í Snæló. 5. bekkur í Akurskóla í Reykjanesbæ. Mun ég gefa skólaslit út sem myndasögubók? Þetta góð spurning og ætti eiginlega að vera fyrir Ara. Hann væri örugglega til í það. En hann myndi líklega vilja meiri tíma heldur en sólarhring til að teikna þá bók. Mun ég selja varning úr sögunni? Merch. Ég mikill varningsmaður þegar kemur á hlutum sem ég fíla. Sönnunargagn A. Sönnunargagn B hérna Derhu og Stranger Things nýju seríunni sem upp á vegg hjá mér. En nei, ég held ekki. En hins vegar ef að þið viljið teikna ykkar eigin myndir og búið til bóli eða eitthvað svoleiðis úr skólaslitum, bara gangi ykkur vel. Bara sendið mér myndir, mig langar að sjá. Vil ég gera bíómynd með skólaslit? Kannski eitthvað tímann. Og þetta að hafa fleiri myndir? Þetta góð spurning. Við ákváðum að hafa alltaf bara eina mynd við hvert kafla, en þetta alveg. Kannski í loka kaflanum sem svona auka bónus fáið auka mynd. Hver veit? Haraldur Hrafn spyr, það mjög gaman að hlusta á skólaslit, hver uppáhalds matur þinn? Haraldur í Áslandsskóla. Lambalæri með laufabrauði sem alveg að fara að koma í búðir ef það ekki komið nú þegar. Hér koma nokkra spurningar frá spenntum krökkum í 4. bekk í Engidalsskóla. Í hvernig skapi ég þegar ég að skrifa þessa sögu? Stundum ég rosalega þreyttur. Sérstaklega ef ég verið að klippa söguna, þú veit, hljóðfælinn langt fram á nótt. En oftast ég bara mjög spenntur. Ég alltaf að hlusta á spennandi tónlist þegar ég að skrifa. Og tónlistin sem ég búin að vera að hlusta á núna þegar ég að skrifa þessa sögu inn á Spotify og þetta tónlistin úr Loka þáttunum, Marvel þáttunum Loka. Þannig að ég með það í eyrunum bara og meðan ég að skrifa. Þannig hvernig var ég hugmyndindar? Oft bara úr tónlist eða ég hugsa hvað að hræðilegasta sem getur gerst. Þetta var frá 4. bekk og restina spurningunum þeirra til Ara. Hér úr 7. ER. Ingibjörg sendir það inn. Hvernig var kötturinn svona ógeðslegur? Búin að svara því. Af hverju var kisan svona geðvond? Af því hún var zombie. Mjög ósátt við það. Hvað hét kisan? Ég veit það ekki. Kannski bara Ingibjörg í höfuð á kennaranum sem var að senda inn. Veit það ekki alveg. Unglingurinn skrýmsli? Ó já. Hvað ætla ég að vera á hrekkjavöku? Ég ætla að vera rosa glaður að ég sé búinn með skólaslit 2. Það það sem ég ætla að vera. Ég verður örugglega sofandi. Hvernig var ég hugmyndir svona hryllingssögum? Ég var myrkfælinn þannig að ég var 17 ára gamall af því ég var alltaf að stelast til að lesa eitthvað sem ég átti ekki verið að lesa og horfa okkur hryllingsmyndir og ég bjó út í sveit og það var ekki ljósastaur og mamma var alltaf að bræða mér og stundum þurfti að labba lengst út í hesthús til að gefa hestunum að borða. Þannig að miðjan vetur með enga ljósastaura og mömmu einhvers staðar, kannski var hún bara inni að horfa á sjónvarpið, kannski var hún á bakvið rúllu eða eitthvað, að þá var ég svolítið myrkfælinn. Þannig ég skil vel ef einhver að hlusta á þessu sögu og bara logandi hræddur. Ég ekki viss að ég hefði getað hlustað á eða lesið skólaslit þegar ég var á ykkar aldri. Þannig að þið eru mjög hugrökk. Takk fyrir. Verður gert skólaslit jólin og næsta sumar? Það þetta skemmtileg hugmynd. Ekkert sem búið að ákveða. Verða gömlu krakkarnir úr skólaslit 1 í skólaslitin 2? Meistarinn náttúrulega búið að koma. Við erum búin að minnast á Arndísi. Þórkatla, lögreglustjóri, er mamma hennar. Og það ekki búið að minnast á neinn annan. Sjá hvað gerist. Það ennþá nokkrir kaflar eftir. Get ég gert persónur sem heita Tinna, Brynja, Agnes eða Heba? Mig grunar að þær sem sendu inn þessa spurningu heiti Tinna, Brynja, Agnes eða Heba. Hvað ég myndi bara taka Heba og ekki Tinna, Brynja og Agnes? Þá verða þær brjálar og Heba ógeðslega sátt. Sjáum til, þetta allt saman nöfn sem ég hef ekki notað áður í bækur, þannig að ég ætla að fá að nota þau kannski einhvern tímann. Þekki ég einhvern í bekknum ykkar? Já, náttúrulega Tinnu, Brynju, Agnes og Hebu, að sjálfsögðu. Nei, ég þekki engan í bekknum ykkar. Deyr einhverja krokkurum eru fleiri krakkar lifandi? Get ekki svaraði og get ekki svaraði. En það kemur í ljós. Bestu kveður, 7. ER. Hér frá 7. bekk í Nesskóla. Hver mest spennandi bók sem ég hef skrifað? Örugglega skólaslit 1 og 2. Hvor bókin skemmtilegri? 1 eða 2? Ég veit það ekki. Þær eru svo ólíkar. Ég var alveg viljandi að hafa þær allt öðruvísi. Akkurat núna ætla ég að segja 2 að því bara ég á kafi í henni. Verður skólaslit 3? Veit það ekki.
Get ég skrifa bók sem heitir Þín eigin skólaslit? Ég þarf ekki að gera það vegna þess að það er búið að því. Það er strákur fyrir norðan á Akureyri, ég var að árita þar fyrir mánuði síðan og hann kom bara með svona þykkan bunga af útprentuðum blöðum og það var Þín eigin skólaslit. Þá var það skólaslit 1 nema þú máttir ráða hvað myndi gerast. Sem var brjálæðislega töff. Það var mjög cool. Þetta var 7. bekkur Nesskóla. 7. bekkur í Áslandsskóla. Þau eru að hlusta og teikna myndir úr sögunum meðan hlustað og eru búin að búa til skólaslita vegg. Geggjað. Þetta er hugmynd fyrir aðra skóla. Takk fyrir það, Áslandsskóli. Hugrún Jóna í 4. bekk í Njarðvíkurskóla. Hún er með spurningar. Hafa dýr alltaf geta smitað eða verið uppfækningar? Já, við bara rákumst ekki á nein dýr í skólaslitum 1 fyrir utan varúlfin. Koma ný skrýmsli. Við erum alltaf búin að koma með geiturna núna, sko. Þannig að ég myndi að flokka það undir ný skrýmsli. Og köttin. Ævar finnst það skemmtilegt að skrifa svona sögu. Mér finnst það mjög gaman. Og hér er spurning frá vinkonunnar, henni Guðnýju. Hvernig fæ ég þessar hugmyndir? Er einhver að hjálpa þér? Nei, þetta er bara hugmyndir sem ég fæ. Ég reyndar heimsótti alla skólan á Reykjanesinu áður ég byrjaði að skrifa nummer 2. Þar var spurt í 2 skólum verða uppfatningadýr. Þaðan kom hugmyndin að kettinum og geitunum. Og svo reyndar er mamma mín með geitalab í Borgarfirði og ég hugsaði með mér að ég er úr Borgarfirði, Varmalandsskóli er gamli skólinn minn, þannig fékk ég hugmyndina að nota hann og ég hugsaði með mér ég get ekki farið í gegnum Borgarfjörðina á þess að breyta geitunum hennar mömmu í uppfatninga. Hún var mjög sátt með það. Og Bragi Þór, náttúrufræðikennari, er gamli stærðfræðikennari minn. Og hann er mjög kátur að vera í þessari bók. Ég veit ekki hvort hann viti það að það sé búið að rífa úr honum hrygginn núna. En ég meina. Hér er í Klettaskóla spurningar. Fyrsta lagi, takk fyrir að hlusta, kæri Klettaskóli. Hvernig varð hugmyndin að sögunni til? Mér langaði að skrifa eitthvað sem myndi hræða mig, svolítið svakalega. Ævar áttu sjálfur kött og breytist hann kannski í skrýmsli. Ég á kött, hann heitir Elvis. Hann breytist ekki í skrýmsli en hann ælir stundum á gólfið af því honum er illt í maganum og við vitum ekki alveg hvað er í gangi. En við erum að reyna að finna út úr því. En hann er voðaljúfur. Er ég búinn að semja alla söguna áður en ég læt fyrsta kafla í loftið? Nei. Ég sem þetta allt saman svona sólarhring fram í tíman. Hér er 21 árs gamall strákur sem var í Njarðvíkurskóla og hann tók þátt í lestraráttakinu og hélt svo áfram að fylgjast með mér á samfélagsmiðlum. Flott, takk fyrir það. Hér eru spurningar. Verður bók nummer 3? Get ekki alveg svarað því. Og hvernig gerir maður svona bók? Maður bara sest niður, opnar Word, setur góða tónlist í eyrun og byrja bara. Þetta, já. Steinar Svansson, ætla ég að selja bókina Skólaslit 2 og hvernig skrifur maður svona bók? Það mun koma bók Skólaslit 2 næsta haust fyrir hrekkjavökunna 2023 og ég veit að hljómar þess að sé ógeðslega langt í burtu en það verður komið áður en vitið af hvernig skrifa maður svona bók, maður bara sest niður og byrjar. Og verður hægt að kaupa bók sem hefur alla söguna og sömu myndir? Já. Dagur D í 4. bekk spyr, munu koma fleiri skólaslitsbækur? Veit það ekki. Sindri Páll, koma Skólaslit 3? Veit það ekki. Karlín spyr, hvenær kemur bókin út? Næsta haust en bókina nummer 1 er komin út. Og hér er Gíslun Hilmarsdóttir og Þorvaldur Kári Esrason. Sonur minn 10 ára var að spá hvernig ég skrifa svona skemmtilegar og áhugaverðar sögur. Takk fyrir það. Og hvernig er best að bera sig að því að gefa út sínar eigin sögur því honum þykir gaman að semja sögur. Og hann er búinn að vera veikur heim í 2 vikur. Þetta er sendt fyrir nokkrum vikum þannig að vonandi líður betur núna. Kæri Þorvaldur. Fyrsta lagi takk fyrir að segja að sögurnar mínu séu skemmtilegar. Ég skrifa alltaf bara það sem mér þykir skemmtilegt að lesa. Þannig vinn ég. Ef mér finnst bækurnar mínar ekki skemmtilegar, þá væri argasti dónaskapur að ætla að stela 500 en að lesa þær. Þannig að það er nummer 1, 2 og 3 hjá mér. Og að gefa út sínar eigin sögur, það vildi enginn gefa út fyrstu bókina mína. Enginn. Þannig ég þurfti að gefa hann út sjálfur. Þannig ef einhver er að horfa sem ætlar að verða rithöfundur, ekki gefast upp. Þið munið fá nei, það er bara hluti af þessu. Ekki gefast upp. Og það er alltaf hægt. Þegar ég var 12 ára þá gaf ég út mitt eigið tímarit, skrifaði á tölvuna, prentaði út, heftaði saman, mamma teiknaði kápuna að því, aftur, ég kann ekki teikna. Og svo gekk ég bara hús úr húsi á Hólum í Hjaltadal þar sem ég bjó í 1 ár, bankaði upp á, seldi
blaðið og græddi milljónir. Eða 300 kall. Hrafnhildur Embla í 4. bekk Njarðvíkurskóla. Hún spyr, koma skólasveit 3? Ég veit það ekki, það mjög margir að spyrja. Það það margir að spyrja skólasveit 3 að mér finnst eins og ég ætti að skrifa skólasveit 3. Bíðum aðeins með, klárum 2. Nemendur í 7. bekk í grunnskóla Húnaþings vestra. Í hvaða kafla munu eldri persónur koma fram í bókinni? Kemur í ljós. Mun koma framhald af þessari sögu, kemur í ljós. Og hvað voru margir krakkar í rútunni? Þetta voru 3 rútur, 50. Þannig 150 krakkar. Nemendur á miðstigi í Háaleitisskóla. Þeir eru mikið að velta fyrir sér hver aðalpersónan í sögunni og hvernig getur hún mögulega litið út. Þetta áður en Ari teiknaði myndirnar af krökkunum. Aðalpersónan, ég viljandi eins og í skólaslitum 1, svolítið að flakka á milli. Þú veist, í Natalia fekk sérkafla þar sem við læriðum aðeins hana. Við erum eiginlega ekki búin að heyra neitt meistarann, svona hans baksögu, en kannski kemur það. Ragnar fekk sinn kafla sem ég rosalega stoltur af, ég mjög ánægð með þann kafla. Þannig að allir, ég svolítið að hlaupa á milli, en náttúrulega eftir því sem að persónum fækkar, þá hægt og rólega ekkert rosalega margir eftir til að fjalla og þá verða þau sjálfkrafa aðal persónurnar. Héðinn Dagur á Akureyri spyr hvort það sé hægt að hlusta á númer 1 í hljóðbók einhvers staðar og það inn á forlagi.is. Aron Máni spyr líka hvað er hægt að hlusta og Axel Dusan Þorgeirsson spyr líka hvað er hægt að hlusta. Og hann spyr líka, gaman að búa til skólaslit? Mjög gaman. Hver stakk upp á þau búa til þessar skemmtilegu sögur? Það voru fræðslufulltrúar og kennsluráðgjafar af Reykjanesinu sem höfðu samband við mig fyrir 1,5 ári og spurðu ertu með einhverja sniðu og hugmynd að lestrar hvetjandi verkefni. Og mér datt í hug, hvað ef við gerum dagatal í október sem ógeðslegt? Og skólaslit eru til. Finnst mér sagan skemmtileg? Já. Starfsmönnum þínum, ef þú ert með starfsmenn, finnst þeim hún skemmtileg? Ég ekki með starfsmenn, ég bara einn inn á þessari skrifstofu hérna. Eða inn á kaffihúsi. Ef þið sjáum einhvers staðar sitja á kaffihúsi með tölvu, þá er ég mjög líklega að skrifa. Eða horfa á vídeo á YouTube af fólki að bregða öðru fólki, mér finnst það mjög skemmtilegt. Mér sagan geggjuð hræðilega á góðan hátt og hún spennandi, sérstaklega 11. kafli. Hvað var það aftur? Ég 11 ára gamall, heiti Axel, var í Oddeyrarskóla, nú ég í Hlíðarskóla. Kveðja Axel. Takk sem leiðis, kæri Axel. Aron Dagur 9 ára, hvernig býð til svona góða sögu hverjum degi? Fyrsta lagi, takk fyrir. Í öðru lagi bara með því að það svolítið bara, ég veit að það þarf að koma kafla á morgun og ég bara keyri áfram. Ég verð að skrifa kafla sem endar spennandi, byrjar spennandi og spennandi í miðjunni. Og með einhverjum aðstæðum sem að Ari getur teiknað geggjaða mynd upp úr. Reyndar Ari getur teiknað geggjaða mynd upp úr sko, hverju sem Málingu að þotna og sú mynd frábær. Þannig að það, já, ég bara reyni að skrifa eitthvað sem mér þykir spennandi og skemmtilegt. Hvernig komst kötturinn inn í rútuna? Hann fór í gegnum farangusrýmið. Ég var næstum búinn að segja farþegarrýmið. Hér 4. bekkur Kerhólsskóla og nú fyrir þetta alveg að vera komið. Hvernig fæ ég allar þessar spooky hugmyndir? Ég var svo myrkvælinn þegar ég var lítill. Þannig ég nota það allt saman. Akkur valdi ég að nota kött af því ég elska ketti. Það var Þorbjörg spurði þessu. Hilmir og Víkingur, akkur köttur? Af því ég elska ketti. Og hvernig var kötturinn svona? Við vitum það núna. Myrkrið náði í hann. Þorbjörg spyr hvernig fekk ég hugmyndina að því að skrifa skólaslit. Svaraði því áðan. Kári, hvernig byrjaði kötturinn að verða uppfanningaköttur? Búinn að svara því líka. Allir spyrja hvernig byrjaði allt þetta uppfanningadót. Við erum nýbúin að fá að vita það hvernig þetta byrjaði. Og allir spyrja alltaf ekki örugglega að skrifa skólaslit 3. Sjáum til. 4. SS í Myllubakkaskóla. Úlingurinn zombie? Hann myrkrið. Hvaðan kom úlingurinn? Hann hefur alltaf verið hérna. Og við meðum samt eftir að fara í það. Nákvæmlega hvaðan hann kom. Hversu gamall var kötturinn? Það góð spurning. Veit það ekki. 5 ára? Úlingurinn nokkuð vampíra? Nei. Erfitt að skrifa svona sögu? Stundum, en það mjög gaman líka. Komur skólaslit 3? Veit það ekki. Okkur finnst mjög gaman að hlusta söguna og myndirnar eru mjög flottar. 4. SS Myllubakkaskóla. Takk. Æðislega. Ég búinn að kjafta stanslaust. Ég sé það hérna á tímamælinum í hálftíma. Takk fyrir að hlusta á skólaslit. Takk fyrir að lesa bækurnar mínar. Takk fyrir að segja svona fallega hluti myndirnar og söguna. Kæru kennarar og foreldrar.
og forráða fólk, takk fyrir að vera með okkur í þessu, það munar öllu og við skulum sjá hvað gerist. Það eru örfáir kaflar eftir og ég lofa að þetta verður skemmtilegt. Annars bara, takk fyrir mig, áfram lestur og ef þið hafið tíma, farið inn á næsta bókasafn, það er að koma nýjar bækur á íslensku og bæði skrifar á íslenskum höfundum og þýddar úr erlendum tungumálum yfir á íslensku. Nú er jólabókaflóðið að byrja, það eru æðislega bækur eftir svo marga höfunda. Finnið þær, farið inn á bókasafn, spyrjið hvað er nýtt og ef það er ekki til í skólabókasafninu, farið á næsta stóra bókasafn og fáið lánað, kíkið á þær, það eru til bækur fyrir alla, bara þið þurfum að finna þær. Þannig að tjekkið á því, mælið með því. Allavega, takk æðislega fyrir mig. Nú ætla ég að þegja restina af deginum.